Hér í Saurbæ í Dölum eini skipaskurður landsins, allavega sem þekktur og það hann Sigurður Þórólfsson sem hvatamaðurinn að því að gera því skil hérna á skilti og gera sögunni svolítið skil. Við fengum hana sjálfsögðu til okkar og setjumst þetta niður með honum til að segja okkur söguna af þessum skipaskurði. Sigurður, þú hvatamaðurinn að gera skipaskurði hér í Saurbæ skil. Já, ég og annar kunningi minn, Kristján Sigurðsson hérna frá Tjaldanessi, hann mikill áhugamaður svona sögu sveitarinnar og hefur sett upp skilti bæði Magnús Jónsson sem bjó í Tjaldanessi og skrifaði mikið af sögum og kaupfélagið sem hérna niðri á Saltálvík. Já. Já, og við það var svona fyrir rúmu árið þá vorum við að spjalla saman þetta og þá kom í ljós að við vorum báðir áhugamenn skipaskurðinn og drifum bara í því og fengum styrk svolítið til að koma þessu upp. Já. Þetta eini skipaskurður landsins, eða ekki? Jú, það. Hann hét Páll Jónsson, var frá Salbari. Hann kemur hérna að Staðarhóli 1562 og með konu sína Helgu, dóttur Ara Jónssonar, biskups á Hólum. Og þau eignast dóttur sem heitir Ragnheiður og hún giftist vestur að Núpi í Dýrafirði og ég veit sennilega hefur hún mist mannin eða þau skilið nema hún giftist svo að séra Sveini Símonu sinni í Holt í Önundarfirði og þau eignast son sem heitir Brynjólfur og hann verður biskup í Skálholti. Hvenær talið að skurðurinn hafi verið grafinn? Sko, Páll hann bjó 4 ár á Staðarhóli og þá reikna ég með, sko, nú þetta allt svona vísindalegur útreikningur. Að hann hefði gert þetta svona á öðru og 3. árinu eftir að koma á Staðarhóli. Og þá hefur það verið 1563 til 4, sko, svoleiðis. Og þá hefur hann, sko, alltaf að stytta til leiðin að flytja dótið heim á Staðarhóli. Því það náttúrulega þurfti að óhemja mattöngu á svona stórbíli. Fyrir okkur sem þekkjum sögun ekki vel, þá þetta bara til að auðvelda aðföng. Sko, Staðarhóls Páll, hann átti Bjarneyjarnar hérna sem út af Breiðafirði, svona miðjum Breiðafirði, sem var mikil verstöð. Og hann hefur eflaust gert út skip þaðan og þurfti að flytja fiskinn heim að Staðarhóli. Og hann var búinn að ferðast Frakkland og England og sé þetta skipaskurði þar og sé hvað voru askoti þægilegir. Og hefur farið í það að þetta nú erfitt, það voru engar skurkur og annar þá, sko. Nei, erum við bara að tala bara að það hefur verið mokað alveg? Ég var að velta fyrir mig einhvern tíma, hann hefur sennilega verið með pramma og mokað bara upp á hann. Fleytt honum svona inn í ána og mokaði af honum þar. Þetta bara bollaleggingar. Þetta eiginlega allt í sambandi við hennar skipaskurð. Það eru bollaleggingar og svona. En það augljóst að þetta að manna völdum, þetta gamalt. Þetta svona 10-12 metra breitt alla leið, sko. Og það var engin árfarvegur hér til að mynda svoleiðis. Nei. Þú ansi kunnugur staðháttum, enda varstu í 25 ár sveitarstjóri hérna í Saurbæjarhrepp? Já, ég var það. Þú 25 ár sveitarstjóri hér. Já. Þú varst líka organisti í kirkjunni. Já, það var engin til að spila og ég tóku þessu svona með þögninni þegar ég fór að spila. Ég náði átt að loka tónunum, sko. Já. En ég var aldrei neitt flinkur organisti. Hvar lærðirðu? Mest heima bara. Já, bara pekaður upp? Já. 2008 setið þið minnisvarða Já. Það ekki kirkjunni hérna? Það austan í Hólnum, sko. Já. Já, og ég hef aldrei nú þennan tíma því að Steinn Steinar átti 100 ára afmæli þá. Þetta með þeim 3, Steinari. Já, Stefán frá Hvítadal og Sturla Þórðarssoni stakritari, sko. Já, þeir voru mikið hér, ólust upp hérna, eða? Já, sko, Stefán kemur hingað 15 ára
Steinn kemur hérna í sveitina eins og á öðru árinu, eins og hálfsárs. Eldu fyrst í Vestadungu til 6 ára aldurs. Svo í Miklagarði hjá fóstur sinni sem hún þótti mjög vænt Kristínu. Hann sagði okkur, hann var einn vetur heima í Fagradal og kom oft þangað á 4. áratugnum. Og hann sagði okkur einu sinni að þau voru miklu búhyggju fólk, húsbændurnir. Og ef regndi ofan í töðuna þá létuðu nú Guð heyra það. Þetta hefði nú ekki þurft að gera svona. Og hann sagði, kom einu sinni til fóstur sinna og sagði, ég setti saman í vísu hjá okkur, þá var hann 8 ára, það sem ég segi svo oft það. Nú, sagði Kristín, og hvernig er vísan? Já, hörmung og særinga hugsa sér það og helvísku voði, djöfullinn sjálfur, nú dámar mér að og dæmileg svoði. Og þá tók fóstra mín mig og leiddi mig út í fjós og flengdi mig upp úr keitutunni og þetta voru mín fyrstu skóldólin. Ekki voru þau góð. En hann lét ekki stoppa sig, sem betur fer. Hann hélt áfram.